Komið sæl, það var fallegt veður á landinu í dag, það var víða þoka í morgun og hrím út allar sveitir, búið að vera mikil logn og var mjög fallegt að litast víða á landinu í dag. Það var 10 stiga hiti sums staðar við suðaustur ströndina en það var líka 10 stiga frost sums staðar norðan til snemma í morgun. En við skoðum hérna yfirlitskortið og sjáum að það lægðasvæði hér svolítið fyrir austan okkur. Það svona verður áfram lítilsháttar lægðasvæði þarna við Noreg og síðan yfir Bretlandseyjum. Það má segja að við séum í hálfgerðri áttleysu og ekki nein svona ákveðin eða afgerandi veðrakerfi á leiðinni inn á land alveg næsta sólarhringinn eða svo. En hins vegar sjáum við á þessu hitasvæðiskorti að það verður orðið svolítið svalt þarna á norðanverðu landinu í nótt en síðan á morgun og fram á mánudag, aðfangadag, að þá hlýnar mikið hér með suðvestanátt og má alveg búast við því að það verði svolítið hvassviðri allvíða á landinu á aðfangadag. En á morgun þorláksmessu miðjan dag þá útlit fyrir að það verði orðin þessi suðvestanátt gengið í hana á vestanverðu landinu. Hitastig verður nú víðast hvar komið í 4-5 gráður hér með vesturströndinni en það má alveg búast við því að það verði kaldara snemma morguns en það nú líklega frost eitthvað áfram á norðan og austanverðu landinu eins og við sjáum hér þá nú yfirleitt svona bara léttskýjað eða sól en hins vegar hér inn á fjallvegum bæði þá á Möðrudals- og Mývatnsöræfunum og svo á Öxnadalsheiðinni og einnig eftir því sem vestar dregur þá nú líklega alveg, eða má allavega búast við því að það verði einhvers konar slydduél eða éljarloft síðdegis á fjallvegum. Þetta verði nú líklega slitrótt úrkoma og þá líklega rigning hér við ströndina. Á Þorláksmessu kvöld hins vegar þá heldur áfram að hvessa, bætir svolítið í úrkomuna og við sjáum að það verður komin rigning í flesta landshluta en það áfram alveg útlit fyrir svona smá kannski kuldalegri úrkomu, snjókomu eða slyddu til fjalla þannig að það þarf að fara kannski bara með gát eins og alltaf til dæmis yfir Hellisheiðina og eins á fjallvegum á norðan og austanverðu landinu. Aðfangadagur ætlar að vera ansi hvass en það nú bjartviðri víða á austanverðu landinu. Það ekki þessi slagviðus rigning í kortunum núna eins og var fyrir í vikunni þannig að það ætti að vera fínasta skyggni en hins vegar má alveg búast við því að til fjalla og með norðurströndinni verði vindur svona 15 til 20 metrar á sekúndu en kannski 10 til 18 metrar á sekúndu hér sunnan og vestan til. Hitatölurnar eru rauðar allt land og það verður því allt útlit fyrir rauð jól á landinu þetta árið. Á jóladag þá ennþá rauðar hitatölur víðast hvar á sunnan og vestanverðu landinu. Það líka farið að snúast í suðaustan átt þar með rigningu á landinu og við sjáum að það hins vegar svona þurrviðri eins og oft hefðbundið í þessu veðri á norðan og austanverðu landinu. Það hæg breytileg átt á landinu á öðrum degi jóla, einhver smá væta við norðurströndina en bjartviðri annars staðar. Ef við förum þá aðeins til meginlands Evrópu, þá gengur nú á með svona skúrum eða rigningum mjög víða í norður Evrópu. Það hlýtt víðast hvar og má alveg búast við því að rigni svolítið í Frakklandi. Það hins vegar hæðasvæði sem ríkir í suður Evrópu og þar yfirleitt sól og blíða. Það ætti ekki að væsa neitt sem eyðir í jólunum á Spáni eða á Kanaríeyjum því að þar bara sól og hitinn dálítið yfir 20 gráðurnar. Í Norður-Ameríku þá mesta úrkomusvæðið gengið til austurs af austurströndinni. Það svona smá væta hér og þar sérstaklega til fjalla og eins með norðvesturströndinni. En það gengur í suðvestanátt hér á morgun, smá skúrir eða slydduél til fjalla og kannski á láglendi vestan til yfir daginn en síðan þykknar heldur meira upp með úrkomu annað kvöld. Verið sæl.